er komið í gang. Og við erum live núna. Ok? Og mikrofóninn og vélinn er komin í gang. Já. Hvað er myndavélinn? Myndavélinn þarna? Hér. Já. Og sjást allir eða? Já, sjást allir og tekur upp. Ok, þannig að gott að láta fólk veit Já, það er streymið komið í gang, vélinn og myndavélinn þarna og við erum live. Þannig allir að þeir. Það er að gera það? Þannig að kynna það. Alltaf að gera. Alltaf að finna það á Facebook. Góðan dag. Þú ætlar borgarfulltrúar Pírata, Sigurbjörg og Dóra Björt að kynna komandi stjórnsýslubreytingar sem voru samþykktar í borgarráði í síðustu viku og eftir kynninguna verða umræður og spurningar. Borgarstjórnarflokkur Pírata og bjóða ykkur orðið. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Myndir sem gott er að sýna. Ég er samt að reyna að setja það upp, sko. It's why I'm here. Já, við erum bara að setja í. Hvað nú? Ég held að þetta sé nóg. Hvernig velja það? Það er spennið. Ádægir. Nei. Ég hef gert þetta oft áður, ég hef svona fólki núna. Ok? Það var ekki það. Þessi fjölda er ekki með, hún er bara með sko vakkiða og svo það sem kemur eftir hátíðinni. Displaypost. Nei, ekki bara. Já, hér er þetta. Úps, hérna. Þannig að bara, hvað viltu sýna fyrst? Já, kannski bara hér tilbúið á nýja, gamla, svo... Þetta er sett eitthvað með... Ok, það er bara nýja. Og kannski tillögur kannski. Þetta er gamla og svo eru tillögurnar hérna. Og byrjum bara á, sko, þetta er blaðsíða 21 þegar við erum sýna þetta kjartaði. Það byrja bara að nýja. Heyrðu, ok, æðislegt, þá erum við búin að opna þetta. Við erum hérna komnar til þess að segja ykkur frá komandi stjórnsýslubreytingu Reykjavíkurborgar og ætlum svona að gera það kannski á óformlegu nótunum og byrjaði að bara halda smá svona kynningu á því sem var samþykkt í borgarráði síðustu viku. Það var tillögur sem voru það samþykktar og 1. júní mun nýtt skiprit Reykjavíkurborgar taka gildi sem við viljum segja frá og sýna og svona útskýra af hverju okkur finnst þetta skipta máli og hverjir eru kostir þessa nýja skiprit. Þannig að við kannski byrjum á því að sýna gamla skipritið og getum svo talað svolítið út frá þessu að hérna, hér er sem sé gamla skipritið, þetta er í gildi í dag en það er sem sé 1. júní sem að nýtt skiprit tekur gildi. Það var farið á stað í það verkefni að breyta stjórnsýslu Reykjavíkurborgar af nokkrum ástæðum. Það var til þess að skýra skipritið til þess að auka gagnsæi í kringum hlutverk og ábyrgð og bara já, allar þessar einingar sem eru þarna inni í þessum grauti hérna fyrir neðan og skýra þetta, hafa þetta alveg á hreinu hver ábyrgðin er í öllum málum
eins og við þekkjum þá hérna, getur það komið sér vel að ábyrgðarkeðjan sé algjörlega skýr og allt sé upp á borðum. Þannig að það voru fengnir í þetta óháðir sérfræðingar sem að komum frá fyrirtæki sem heitir Strategía sem að skýrslu vegna þessara vilja okkar að sem sagt fara í þessar breytingar. Það var farið af staði í þetta ferli í haust, en það var auðvitað margt sem að gerðist á þeim tíma sem þessi vinna fór fram og meðal annars var til dæmis skýrslan Nauthólsveg 100 mikilvægt gagn inn í þessari vinnu og það sést þess mjög glögglega í nýju skipuriti og í öllum þessum breytingum að það er verið að taka mikið tillit til þeirra skýrslu og svona þeirra ábendingar sem hægt að draga af þeirri skýrslu. Og kannski er svona aðalatriðið að það er hér er verið að bæta gagnsæi, það er verið að bæta eftirlit og þetta er kannski það sem að við höfum lagt svona hvað mesta áherslu á að auki þannig að þetta eru svona mjög píratalega breytingar að mörgu leyti, bæði hvað var það gagnsæi og eftirlit en líka hvað var það að það er verið að gefa málefni nýsköpunar og aðgengi að þjónustu og nýtingu upplýsingatækni ber undir báða vængi og við svona förum kannski meira í dítelina á því hér á eftir. Við kannski þannig að þetta er gamla skipuritið eins og við sjáum hér og það er kannski erfitt fyrir ykkur, þetta er svona dálítið mikið upplýsingum en þetta er ekki allar upplýsingarna sem að þurfa að liggja fyrir til að þið hafa allar upplýsingar. Ef við förum lengra niður á þetta skipurið, komumst við... Nei, við förum ekki lengra, við förum inn í borgarritara. Já, borgarritara, þá koma ennþá fleiri upplýsingar, þannig að sjáum að þessar upplýsingar hvernig stjórnkerfi Reykjavíkurborgar hangir saman og hvernig ábyrgðin er og hvernig hlutverkin liggja dálítið að víð og dreifi að það er að segja að það eru svona tvöföldu lagi, þannig að það er ekki hægt að koma bara inn og sjá svona er þetta og skilja þetta strax, þannig að það var ákveðið að fara í þessar breytingar en líka samhliða þessum breytingum á nýju skipuriti verður farið í ýmislegt eins og að fara í gegnum samþykktir allra ráða og til þess að bara skýra og skerpa og hnykkja vel á hlutverki og ábyrgð og ábyrgðarkeðju og eftirliti og slíku. Við kannski förum bara yfir í nýja skipuritið svo að þið sjáu hvað við erum að vinna svona í dag. Þetta skipurit mun taka, býtum nú við, þetta mun reyndar ekki það sem að það var og að taka smá breytingum. Er það í tillögum? Já, akkurat. Þetta er það skipurit sem að mun taka gildi 1. júní. Það er aðeins skýrara eins og við sjáum að hér er verið að leggja niður skrifstofur sem heyra í dag undir borgarritara og verið að setja á fót ný svið í staðinn. Hérna neðst er svið fjármála áhættustýringar, svo er það svið mannauðs og starfsumhverfis og svið þjónustu og nýsköpun hérna efst. Og þessi svið vinna þvert á fagsvið borgarinnar þannig að þau hafa mun meira og skýrara umboð til þess að vinna sína vinnu heldur en þessar skrifstofur, miðlægur skrifstofur höfðu áður. Áður voru þessi verkefni unnin á þessum skrifstofum, eða eru í dag en verða ekki til framtíðar, á þessum skrifstofum undir borgarritara og þannig að hérna er verið að gera þessar einingar sjálfstæðari og veita þeim meira umboð til þess að vinna alveg þvert á fagsviði. Hér er verið líka að breyta mannréttindaskrifstofu í mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu til þess að lyfta upp þessum lýðræðisvinkli sem að hefur komið þar inn með lýðræðisverkefnum sem hefur þau áður undir borgarstjóra og borgarritara. Og hér er líka verið að taka innri endurskoðun og umboðsmann borgarbúa sem eru þessar eftirlitsstofnanir sem við höfum og lyfta þeim svolítið upp, það er að segja að undirstrika kannski sjálfstæði þessara stofnana. Þetta eru auðvitað óháðar stofnanir, eiga að vera þá eru það. En áður fyrir var einhvers konar punktalína í tengslum embættislega tengingar einhver svona praktík sem var svolítið ruglandi út af því að við kannski heyrðum það í umræðinu innri endurskoðunar að fá fólk að halda því fram að það einhvern veginn rýrði óhæði innri endurskoðunar og það er ekki talið fara vel að því af því að þetta hafði í rauninni engin áhrif á störf stofnunarinnar. Þannig að hér er farið þessar tvær stofnanir teknar og settar beint undir borgarráð, bara algjörlega skýrt, ekkert verið að flækja neitt málin með neinu punktalínum eða annað, bara til þess að þetta sé algjörlega á hreinu að þeirra sjálfstæði sé ekki ekkert að draga í efa og sé algjörlega yfir allan hafa hafið. Ef við kannski förum á gamla skipritið og getið séð hvar þessar tvær stofnanir eru. Þær eru núna undir borgarstjóra með þessari punktalínu, þannig að hugmyndin sú er þar sé þetta staðsett svona embættislega
en á því að borgarstjóri svona æðsti embættismaður að hann hafi einhvern veginn, en hann hefur sjálfur sér í praktík og hefur raunverulega engin völd yfir þessum stofnunum og það alveg skýrt í samþykktum, en þetta bara eitthvað sem að þarf að vera yfir allan að vafa hafinn eins og við höfum séð. Já, vil ég kannski, viltu fara í kannski einhver svona smáatriði, við byrjum að fara aðeins í, eða hvað, viltu ég halda áfram? Bara, já, ég bæti bara inn í. Bæti bara inn, já. Hvaða skrifstofur voru og hvað? Já, akkurat, já, fyrir kannski gamla skipniti, fyrir ekki Alexandra, þú ert alveg ræm hérna, já, kannski, nei, ég sést borgarritara, já, það er svona, það er verið að gera hérna helstu breytingar sérst á miðlægri stjórnsýslu og það er mesta breytingan að verða á þessum skrifstofum sem eru hérna undir borgarritara. Hér eru þessar skrifstofur, 5 skrifstofur sem við verið að leggja niður, 4 af þeim. Mannréttindaskrifstofan heldur sem verður mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa. Skrifstofa þjónustu og rekstur verður núna svið nýsköpunar og þjónustu. Þannig að hér er verið að taka nýsköpunarmálin, nýjungamálin og allt þetta og upplýsingatæknina og þjónustumálin, snjallborgina og lyfta þessu upp, efla þetta, veita þessu meira umboð til að vinna þvert á kerfið. En það er líka verið að tengja þetta með skýrari hætti við fagráðið mannréttinda- og lýðræðisráð sem verður mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráð til þess að vegna þess að það er í samþykktum ráðsins að þetta ráð vinnur með þessa málaflokka og vinnur með skrifstofustjóra þessari skrifstofu en það hefur ekki verið skýrt í skipuriti þannig að hér er verið að skýra það algjörlega þannig að það er verið að bæði að efla þetta og svo veita þið meira pólitískt umboð í rauninni og sterkari tengingu inn í svona ákvörðunarvaldið. Má ég aðeins bæta í hérna, varðandi skrifstofu þjónustu og rekstur sem að snýr einmitt að þessu þjónustuborginni í Reykjavík og allir þjónustu sem að Reykjavíkurborg er að veita og sem er í rauninni grunnatriði, það er hlutverk sveitarfélagsins, það er að veita þjónustu. Þær stjórnsýslubreytingar sem gerðar voru 2007-2008 undir stjórn Sjálfstæðisflokksins, þær gerðu það verkum að öll sviðin fóru að vinna á eigin forsendum, það er að segja þessi 5 kjarnasvið, þessi stóru kjarnasvið, að þau fóru svolítið bara að vinna fyrir sig en ekki fyrir borgarbúa og þá gerist þetta að þú færð ekki nógu gott viðmót, þú færð ekki svar við fyrirspurningum, þetta líður eins og sérst að tala við bara þessi stóra hít en það er það sem við erum að breyta núna og það er svo mikil grundvallar umbylting að það er að taka þetta sem var bara lítil skrifstof undir einmitt borgarritara og sitta hann að kjarnasvið sem gengur þá þvert á öll þessi 5 svið út af því að þjónustan og viðmótið við íbúana er númer 1, 2, 3, 4 og 5. Og þetta var auðvitað eitt af okkar stóru kosningamálum, efla þjónustuna í borginni. Þjónustustefna Reykjavíkurborgar var mótuð á síðasta kjörtímabili undir stjórn Pírata í stjórnkerfis- og lýðræðisráði. Það er þarna í þessu ráði sem núna hefur runnið inn í mannréttinda- og lýðræðisráð og verður nú mannréttinda- og nýsköpunar- og lýðræðisráð sem að fer með þennan málaflokk og núna er búið að setja rosalega mikinn kraft í innleggingu þessara þjónustustefnu og verið að gera það bara á öllum vígstöðum í allri og við finnum fyrir því að það er mikil það var svolítið andstæða við þetta kannski frá kerfinu til að byrja með en núna finnum við fyrir meira og meiri vilja til þess að taka þetta inn og gera þetta þannig að þjónusta sé á forsendum notandans, borgarbúans en ekki á forsendum kerfisins og það er þetta sem að þessi þjónustustefnu snýst þessa notenda miðuðu hönnun að við að við bara tökum þjónustuna og setjum hana hátt á háan stall og það skiptir máli ekki bara hvernig þjónustan hvaða þjónustu er veitt heldur hvernig hún er veitt og þú fáir svör. Það er til dæmis komin nýr ábendingavefur sem er alveg búin að núna tvöfalda ábendingar sem kom inn til borgarinnar og fólk fær svör og það er brugðist við hratt og það er mjög margt sem er í gangi þarna. Núna er til dæmis verið að gera það í skipulagsmálunum að núna mun koma svona persónulegur þjónustu fulltrúi og kemur inn og ætlar að fara í einhverja skipulagsbreytingar og áður fyrir var það þannig að það var kannski sendur á milli og ekki alveg skýrt hvert þú ættir að snúa þér og gæti alveg svolítið torvelt fyrir því að vita hvert þú ættir að snúa þér en núna verður það þannig að það er bara einhver manneski, þetta er bara svona eins og persónuleg bankaþjónusta sem bara tekur þig í fangið og bara fylgir þig í gegnum kerfið þannig að það er rosalega mikið spennandi í gangi það kemur að þessari innleiðingu þessari þjónustustefnu risamál og þetta var eitt af okkar stærstu málum í kosningabaráttunni og núna er skrifstofan að verða þjónustusvið með rosalega mikið og vítt og breitt umboð og með þessar pólitísku tengingar. Þannig að við höfum svona heyrt að þessi málaflokkur var tiltölulega óafskiptur áður en núna orðin bara eitt af því mikilvægasta sem borgin er að gera og eitt sem er lagt gríðarlega mikil áhersla á og þannig að
það er alveg að skipta miklu máli að við erum þarna að gera þetta og það er bara ótrúlega gott að sjá það líka bara í svona struktúr borgarinnar. Já, vil ég tala meira um það? Nei? Má ég spyrja hérna spurningar? Já. Við vorum að hafa spurningar umræðu bara í lokin. Já, kannski þægilega eða nema að segja eitthvað. Nema þið viljið eitthvað. Þetta er hann uppi, þetta eru andsvið borgarritara og verður einhver breyting á því við þessar skipulagsbreytingu? Já, það verður að leggja niður eiginlega allt sem er undir borgarritara fyrir utan mannréttinda og lýðræðisskrifstofuna. Þannig að það verður að færa, já, mikið af verkefnum þaðan. Já. Og þetta hafa hann vist svona, hvað segir við, hlutverk sem einhvers konar svona, hvað segir við? Valdaaðili. Já, mér er bara svona, sá sem fylgir eftir ákvörðunum og fylgist með að hlutir sé ganga eins og var ákvörða, eða þú veist. Já, hann á svona að vera, þú veist, að hjálpa til að allt gangi fyrir sig, hann á ekki að vera einhvern veginn að ráða mikið, eða þú veist, það er bara, já, hann er að vera að minnka, vera að taka bara algjörlega til utan honum og bara skúpa öllu út það. Þannig að það verður að búa til úr borgarritara framkvæmdastjóra. Hvað segir þið? Þannig að það verður að búa til úr borgarritara framkvæmdastjóra. Það er í rauninni verið að dreifa valdinu með því að færa valdi undan einu manni og setja það á dreifðari svæði. Það verður miklu meira sem verður undir sviðstjórum heldur en undir ritara. Þannig að þetta sé ekki bara undir honum. Heyrðu, ok, við skulum halda áfram, það er nóg að tala um og við erum núna líka umræðið um þetta og ef það er áhugi fyrir því. Við kannski getum tala svolítið um hérna hvernig er verið að styrkja eftirlitið, af því að þetta er eitthvað sem við svona höfum lagt mjög mikla áherslu á, hvernig við getum styrkt eftirlitsstofnanir borgarinnar. Og þá erum við búin að nefna þetta með að við séum að taka þessar eftirlitsstofnanir inn í endurskoðun umboðsmann borgarbúa og setja ofar í skipulagningarrauninni. Við erum búin að tala um það. Við viljum líka tala um fjármála og áhættu stýringarsvið sem að vera nýtt svið. Það er verið að taka áhættu stýringu og fara að styrkja það gríðarlega mikið. Það hefur verið einhvers konar, það hefur verið áhættu stýring hingað til en hún hefur verið aðalega verið að tala um það svona fjármálalegs eðlis og núna er komin ný skýrsla frá starfshópi hvernig áhættustýringu ætti að vera háttað sem að þetta svið verður byggt á meðal annars. Þannig að verður við að tala um áhættustýringu ekki bara að það kemur að fjármálum, heldur líka að stjórnun, að mannauði, að bara svona á mörgum sviðum. Áhættustýring snýr ekki bara Misferðisáhætta, orðsporsáhætta, bara alls konar. Alls konar áhætta, þannig að vera svona að fara að styrkja þetta til muna og lyfta þessu upp líka með því að gera þetta sýnilegt á þessu sviði. Og ég held að það muni skipta miklu máli í því að bara minnka líkurnar á áhættu, af því að við erum að tala um eftirlit á mörgum stigum. Það er eftirlit fyrirfram, það er að segja forvarnir, þetta er ákveðin forvörn, en á meðan til dæmis innri endurskoðun og umboðsmaður borgarbúa er meira svona eftirlitsaðili eftir á þegar það er búið að gerast sem að kemur það inn og metur hvort það hafi verið rétt gert og við verðum að hafa margar mismunandi eftirlitsstofnanir. Fyrstu framlínu eftirliti er rauninni fagráðin, fyrst er það þar, svo er það þetta, svo er það innri endurskoðun og umboðsmaður borgarbúa. En annar eftirlitsaðili sem skiptir líka miklu máli hér sem á líka að grípa málinu á meðan þau eru á leiðinni, svona annar línu eftirlitsaðili kannski, þetta orðað þannig, er regluvörður. Og regluvörður hefur verið hlutastarf hingað til, hefur verið inn á fjármálaskrifstofu, ekki sérstaklega veigamikið, það hefur snúist mest af skuldabréfum og skuldabréfasölu og eitthvað slíkt. Núna á að gera þetta hlutverk að fullustarfi og svona breikka valdsviði mjög og hlutverki. Þannig að hlutverk regluvarða verið í rauninni meira að verið bæði að sinna fræðslu til stjórnenda og kjörinna fulltrúa svo þeir geti sem best uppfyllt bara skyldur sínar og vita bara hvert þeirra hlutverki er og allt þetta, en líka að fylgjast með og bara meta reglulega hæfi og skilvirkni stjórnhátta hjá Reykjavíkurborg, hvernig ákvarðanatökur háttað og slíkt. Þannig að þetta mun líka skipta máli. Það er rauninni verið að setja á fót nýjan öflugan eftirlitsaðila inn í þetta kerfi. Og þetta held ég að sé mjög til bóta. Annað sem að við höfum ekki nefnt hingað til er að það verður sem sé líka pólitísk breyting þegar kemur að eftirliti. Og það er kannski eitthvað sem að Alexandra getur sagt aðeins frá? Já, það er yfir fjármála- og áhættustýringarsviði verður innkauparáð sem að fær nafnið innkaupa- og framkvæmdaráð, eða framkvæmda innkauparáð.
og það mun hafa miklu skýrara umboð heldur en það hefur núna til þess að fylgjast með framkvæmdum sem í gangi á borginni. Þá til þess að fylgjast með hvort að verkefni sem er í framkvæmdum eða í innkaupaferli hafi fjárheimildir, hvernig það gengur að halda sig innan þeirra fjárheimilda og til þess að flagga því ef að svo er ekki og stoppa ef að svo er ekki. Þannig það er mjög mikilvægt að skýra þetta umboð og það sé í rauninni pólitísk verið að fylgjast með að verkefni séu að fylgja reglunum og að séu ekki að fara út fyrir sín ramma. Það er auðvitað á ekki að vera þarna pólitík í því hvaða verkefni er farið í og svoleiðis, en þarna skiptir máli að það verði fylgst með þessu. Svo kannski gott að þetta komið fram líka að þarna í fjármála- og atvinnustýringarsvið fer líka einkasafnið og það verður fjárfestingaráætlun verður unnin þarna og í miklu gegnsara og skýrara ferli heldur við verið hingað til. Og það er eitt af þessu sem hefur verið tekið af skrifstofu og atvinnuþróunar. Þú vilt kannski fara í það? Já, mér langar alveg að klára þetta sem þú varst að tala um, þú varst að tala um innkaup og framkvæmdaráð. Vegna þess að það var auðvitað gagnrýnt til dæmis í braggamálinu hvernig útboðum var háttað eða ekki háttað og það er auðvitað mjög skýrt í innkaupareglum borgarinnar hvernig þessu eigi að vera háttað og innkauparáð hefur haldið utan um þetta en þetta er svona, hér er verið að efla þetta ráð svo að geti betur bara í rauninni á öllum stigum málsins komið að þessu, ekki bara eftir á heldur líka bara fyrirfram og í gegnum. Ég get líka bara sagt það í innkauparáði það að maður ofta fá gögnin á svolítið svona læsilegu formi, er þetta átta sig á hvað maður er að fá upplýsingar sko. Og með þessari breytingu þá verður öll svo framsetning miklu skýrari og það verður auðvitað að halda utan um það. Og verður líka 5 aðilar í staðinn fyrir þessar 3 sem að sitja allan í dag. Já, sem að öllu leyti það verið að auka vægi innkauparáðs og gera það að miklu svona skýrari ábyrgðarstað fyrir þessa hluta stjórnsýslunnar. Það aukir svona sem tengt þessu en kemur ekki beint inn á þessar stjórnsýslubreytingar sem við erum að gera hér. Þá er það þannig að það er verið að gera ýmsar aðrar breytingar sem að koma ekki beint inn þetta en sem að tengjast þessu sem er kannski mjög mikið í kjölfar braggamálsins að það var bara sent þessi skýrsla innrættisskoðanda á alla stjórnendur Reykjavíkurborgar og beðnir að koma með tillögur að hvernig er best að innleiða þessar breytingar sem við ætlum að ráðast í sem eru auðvitað mjög umfangsmiklar og þetta er auðvitað mjög stór hluti af því en það eru auðvitað fleiri þættir og meira svona driftinn á sviðunum og það er eitt til dæmis það að nýtt fjármála áhættusvið eða áhættustýringarsvið það sem heitir fjármálaskrifstofa í dag þau eru komið með mjög góðar tillögur að til dæmis þá eru þau að fara að setja upp nýja virkni inn í kerfið sem við erum að nota sem er aggressorkerfi þannig að sé betur og auðveldara hægt að fylgjast með fjárheimildum. Þannig að komi bara upp skýrar svona rauðir lampar þegar það er komið upp sá dagur að þið þurfa annarkvort að stoppa verkefni eða það fá svona víðari fjárheimildir. Þá komið það skýrt upp af því að eins og þetta er í dag þá er þetta bara í einhverjum Excel-skjölum og er bara tiltölulega torvelt að fylgja þessu eftir. Eða þú veist, það er svo sem en það er alltaf hægt að gera þetta auðveldara að þessu leyti og það er mjög margt sem að þau eru að leggja til sem að mun líka auka eftirliti svona innra hjá þeim. Og það er alveg rétt sem að Alexandra kemur hérna inn á að það sem er kannski svona sú breyting sem við hér að gera sem að kannski kemur svona mest upp þegar við erum að tala um braggamáli er það að það hefur verið að leggja hér til að leggja niður skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og hér er ekkert verið að leggja til að koma eitt svið í staðinn fyrir þessa skrifstofu. Það er bara verið að leggja hana niður og dreifa verkefnum á 3 mismunandi einingar og það er bara talið fara vel á því og þetta er raun eitthvað sem við höfum talað um alveg frá byrjun að skrifstofa eigna og atvinnuþróunar getur ekki verið til í þeirri mynd sem að hún er til í dag. Það verður að breyta hlutverkum og verkefnum algjörlega og hér er verið að taka það og gera það bara með trompi í rauninni og setja þá þessi verkefni inn á 3 mismunandi staði og það er kannski eitthvað sem Sigurborg getur fara yfir það bara og ég skal bæta við. Ok, flott. Það er sem sé verður allar framkvæmdir verða þá umhverfis- og skipulagssviði. Áður fyrir það voru svona, þarna eins og þið þekkið með braggan þá var framkvæmdin þarna inn á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem er óheppilegt eins og hefur verið bent á út af því að það er bara ákveðið reynsluleysi þarna það kemur að framkvæmdum, hvernig maður fylgir í eftir en áður fyrir var venjulega er þetta þannig að framkvæmdin fer frekar fram á umhverfis- og skipulagssviði en eftirliti er það frekar að skrifstofa eigna og atvinnuþróunar
Það er allavega talið mikilvægt að skilja svona ágætlega þarna á milli, en það er þetta mjög mikilvægt að framkvæmdin sé í höndum fagfólk sem þekkir vel til og veit að hverju þarf að hyggja og passar vel upp á allt. Og svo hefur Alexandra svo sem komið inn á þetta með eignarsjóð sem mun fara inn á fjármálaskriftstofu og það hefur verið að fjármálaáhættustýringarsvið verður það núna, og það skiptir máli út af því að það er bara mikilvægt að það sé gagnsætt ferli í kringum það hvernig svo áætlun, sem sagt fjárfestingaáætlun er unnin og hvernig er haldið utan eignir borgarinnar, og það hefur verið að fara að taka mikla rispu í því að gera allt ferlið í kringum gerð fjárfestingaáætlunar mun gagnsærra, opnara og í rauninni lengra líka, af því að þetta hefur verið svolítið gert svona með skurki á styttri tíma, en núna verður þetta gert samhliða fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlun unnin allt árið. Við erum nú þegar farin að vinna fjárhagsáætlun fyrir 2020 og núna verður ráðist líka í gerð fjárfestingaáætlunar á sama hátt, þannig að öll sviðin komi vel að því að hafa áhrif á í hvaða fjárfestingar er verið að ráða fyrir hvert fagsvið, hvaða skóla, hvaða stofnanir, allt þetta, og þannig að þetta fari í gegnum nógu mikið af þessum filterum, þessum eftirlitsstofnunum, þessum eftirlitsstöðum sem að þessar áætlanir eiga að fara í gegnum. Það var kannski líka meira samhengi milli fjárfestingaráætlunar og fjárhagsáætlunar. Já. Og líka bara undirstrika mikilvægi þess fjárfestingaráætlun Reykjavíkurborgar er gríðarlega stór. Við erum bara næst stærst á eftir ríkinu. Þannig að þetta eru alveg gríðarlega fjárfestingar sem eru í borginni og í umhverfinu. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að ná sér svona góðferð. Já, og svo er borgarþróun, það verður svo sem ekki, það verður bara á borgarþróunin og samningagerðin verður sem sagt tekin frá þessari framkvæmd og frá fjárfestingaáætlun og haft alveg sér, og það verður á verkefnastofu sem er hjá borgarstjóra sem mun einhvern veginn halda utanum bara svona ákveðin sérverkefni en engar framkvæmdir og ekki áætlunina sem slíka. Mun þá bara vinna einhvers konar tillögur upp í hendur borgarráðs en ekki hafa í sjálfu sér neina eftirfylgni með slíkum verkefnum. Sú mun alltaf fara fram annars þar. Já, þannig að við erum kannski búin að tala um þessar breytingar. Annað sem er kannski mikilvægt er að það hefur verið að gera framkvæmdastjórn borgarinnar sýnilegri. Það er sem sagt æðstu stjórnendur Reykjavíkurborgar sitja núna í ákveðnum svona samráðshópi sem kallast yfirstjórn, en það er í sjálfu sér ekki skilgreindur vettvangur hjá borginni. Þetta er það bara hópur sem vinnur saman af því að þetta er allt aðilar sem hafa mikið undir sér og þurfa ofta að samræma sig og samhæfa, en það er bara talið fyrir vel á því að bara gera þennan vettvang formlegan og kalla hann framkvæmdastjórn borgarinnar, og það verður nú gert á þetta svona hluta þessu gagnsæi að allt sé bara eftir formlegum og skýrum ferlum og sé ekki einhvern veginn og sé það hægt að bara hafa formlegar fundagerðir og að sé allt skýrt hvað varðar það. Það verður líka farið þá, eins og ég nefndi að verður farið í gegnum allar samþykktir til þess að skýra hluti eins og eftirlit, ábyrgð, hlutverk og þessi atriði, af því að margar þessar samþykkta eru kannski orðnar gamlar, hafa kannski farið í gegnum einhverja breytingar og eru sumar hverjar mjög langar. Það þarf auðvitað að vera þannig að samþykktir sem að ákveða umboð og hlutverk ráða þurfa að vera skýrar til þess að fólk skilji ábyrgð sína á umboð og hlutverk. Þetta getur ekki verið þannig að þú nennir ekki að lesa í gegnum þetta. Þetta er ákveðið svona, þetta er grunnplagg ráðsins sem að það á að fara með og þannig að þetta er rosalega mikilvægt að þetta sé auðskiljanlegt. Þetta er svona svolítið sama á með stjórnarskrárpælingarnar. Þetta á að vera þannig að þetta bara þekkir, þetta er okkar svona sáttmáli ráðanna einhvern veginn, hvernig þeir fungera og hvert þeirra hlutverk og umboð er. Þannig að það er rosalega mikilvægt að svona grunnplögg séu auðskiljanleg og aðgengileg. Mér finnst það alltaf mjög mikilvægt svona gagnsæis mál. Þannig að það verður gert samhliða. Já, svo er margt annað sem er kveðið á í skýrslunni sem fylgir með þessu öllu saman, og það voru bara nokkrar tillögur sem voru dregnar úr þessari skýrslu sem voru samþykktar núna í borgarráði. Hérna eru þær sem sagt fyrir neðan og uti, já. Og ég er svona spáð ykkur. Sviðin sem já, lagt til að framkvæmdastjórn Reykjavíkur, innkauparáð, fái aukið hlutverk, starf regluvarðar,
fjármálsskrifstofa, já, þetta er niðurlagning skrifstofana, hvernig verður háttað í kringum nýja sviðsstjóra, innleiðingartími, breytingana er þá fram að 1. júní, er það ég sem forstjóri borgarstjórnar og formaður þess fagráðs sem fer með stjórnsýslubreytingar og formaður borgarráðs Þórdís Lóa sem munum halda utan innleiðinguna og þetta er auðvitað eitthvað sem er okkar hjartans mál líka, þannig að ég held að það fari bara mjög vel á því. Svo og á þessum tíma, þessum innleiðingartíma, þá munum við fara í gegnum öll svona smáatriði, þannig að þetta er svona kjarninn, en svo er allt annað, svona útfærslan er svolítið eftir á sumum hlutum og það er þetta sem við munum vinna næstu mánuði. Já, og svo verður stýrihópur sem að mun hafa, móta almenna eigendastefnu Reykjavíkurborgar gagnvart B-hluta fyrirtækjum, út af því að það þarf að vera einhvern veginn alveg skýrt hvernig við óskum eftir því að B-hluta fyrirtækin eru þessi stóru fyrirtæki sem að heyra undir Reykjavíkurborg en sem við eigum ekki að stjórna kannski með pólitískum hætti eins og Orkuveitan og félagsbústaðir sem að það var til dæmis eftir að því kannski þekki til þess að Orkuveitan hún gekk mjög illa á tímabili og var svona að hruni komin líka við undir Sjálfstæðisflokknum. Svo kom Besti flokkurinn og þau tóku við þessu og settu upp ákveðið skipulag sem heitir Planið til þess að koma í veg fyrir að þetta héldi áfram til þess að snúa rekstrinu og það var mjög margt sem að heyrði þar undir. Hluti af planinu var að stjórn Orkuveitunnar til dæmis ætti að vera fagleg og það var sjálfsög ekki alveg neglt niður þar skilst mér en það var bara vilji til að gera þannig að meirihlutinn hefur alltaf skipað sína fulltrúa þar faglega á meðan minnihlutinn hefur skipað pólitískt, það er alltaf einhver sjálfstæðismenn og svo einhverju faglega skipaðir frá meirihlutunum. Og hluti af þessu er líka eigendastefna, að eigendastefna kveði mjög skýrt á hvað maður fer fram á þar var líka mótun í eigendastefna fyrir Orkuveituna en það væri mjög gott að gera það bara fyrir öll fyrirtækin þannig að það sé samhæft hvers við væntum af okkar fyrirtækjum. Að það sé ekki bara eitt fyrir þessa og svo annað fyrir einhver aðra, þetta þarf að vera skýrt. Og hér er verið líka að efla gagnsæi einmitt meðferð atkvæðisréttar að allar ákvarðanir séu eftir settum reglum og ferlum og bara svona skerpa á því að það er auðvitað, við viljum einhvern veginn ekki vera með puttana of djúpt í þessum B-hlutafyrirtækjum. Í gamla daga var það svolítið þannig að pólitíkusar voru bara verulega að beita sér hjá þessum fyrirtækjum sem fór ekki vel á og var svona líkta ofta spillingu og eitthvað svoleiðis. Þannig að maður vill hafa þetta svona til dæmis óháð og faglegt en að sjálfsög verður maður auðvitað ákveða ramma, það er alltaf pólitísk ákveðun og með því að móta svona eigendastefnu sem að svona skerpir á bara gagnsæi og ábyrgð eftirliti þá erum við auðvitað að sýna ábyrgð í því svona, og sýna okkar pólitíska hlutverki. Þetta er allavega þær tillögur sem voru samþykktar, ég er svona búin að gera grein fyrir kannski svona mestu sem ég allavega vildi fara yfir, er eitthvað sem það vilja bæta þetta? Nei, það var kannski eina sem við fórum ekki var miðsviðið, kjarnasviðið varðandi málefnismálin og að draga þau fram og starfsmannamálin. Já, það er mjög góð punktur. Já, það er verið að draga og efla svolítið, þið sjáum það nýtt svið sem heitir mannauður starfsumhverfi og það rýmar alltaf mjög við okkar áherslu á til dæmis styrkingu vinnuvikunar að það er auðvitað þannig að það hefur verið mikið veikindi hjá sumum starfsstéttum og burnout, þetta er bara orðið tiltölulega landlega vandi með burnout og allt þetta hjá til dæmis hjá fólki sem vinnur á leikskólum og fleiri stöðum og þetta er svona viðleitni til þess að taka á þessu og reyna bara að þetta á að vera heilsueflandi umhverfi. Það eru mannréttindi að halda bestu mögulegu heilsu og vinna að lifa við bestu mögulegu aðstæður. Auðvitað er að há því í hvað umhverfi þú ert, hvað þetta þýðir sko. En það á ekki að vera þannig að starfsumhverfið þitt sé heilsuletjandi. Það á hreinlega að vera heilsueflandi. Það er að segja að þú átt ekki að verða veik, þú átt í rauninni að verða bara betri til heilsunni. Þannig að þetta er alltaf eitthvað sem við fagnum mjög, sérstaklega í tengslu við það. Við tölum alltaf mjög mikið styttingu vinnuvikunar í kosningabaráttunni og svona þetta, það er ekki bara rosalega langir vinnudagur á Íslandi og
og bara ekki alltaf verið að hugsa mikið starfsumhverfi, en við sjáum kannski á Norðurlöndunum í kringum okkur mikið lagt upp á þessu. Þannig að við megum alveg að taka rispu þarna. Það reyndar búið að gera það mikið, að til dæmis við að gera hluti eins og að setja á fót aflýsingaþjónustu í leikskólum til þess að koma til móts við það þegar að lendi ekki bara á einhverjum öðrum þegar einhver veikist, að sé það einhver sem að grípur af því að það getur orðið svona keðjuverkandi áhrif að einhver veikist og þá meira álag á hina sem eru fyrir og þá veikist þeir líka. Þannig að það verið að gera alls konar svona hluti, að mikið verið að taka næstu skrif í styttingu vinnuvikunum og svoleiðis, en þetta allavega skýr pólitískur vilji til þess að halda áfram á þessari braut. Þetta er líka samhæfir á milli, við erum mismunandi sviða og það er ekki svona í rauninni sjálfstæð starfsmanna, leikur við sjálfstæð starfsmannastefnun á hverju sviði sem það var kannski við sagt á og fyrir ekki kjarasamningsumboðið þannig líka? Jú, kjaramál, það var líka. Já, ég held að við séum alltaf búin að fara svona yfir þetta. Við getum kannski tekið bara, ef það er meira að taka það bara spurningar. Já, takk. Ljós þess að ekki var að fara eftir skipuriðinu sem nú er að skipta út. Verða sömu aðilarnir, einstaklingarnir, starfandi innan nýja skipuriðsins eða verður farið í mannaferðin? Það er ekki gert ráð fyrir því að reka fólk í þessu. Það er talið fara vel á því að bara þetta mun auka skilvirkni og stytta einhvern veginn boðleiðir á milli manna og milli fólks, þannig að þetta mun, held ég, nýta starfsfólki betur og nýta peningana betur, en það er ekki lagt upp með einhvern svona niðurskurð að við séum fara að reka einhverja í tengslu. Þannig að allt svörgið sem var áður í gamla skipurinn má ég klára að svara? Varstu ekki búin að spyrja? Ef að gestur vill fá svar þá, en það er reyndar þannig að tveir aðilar sem voru kjarnaaðilar í þessu máli sem þú ert að tala eru ekki lengur starfandi fyrir Reykjavík Fjármálastjóri og gjaldkerfi sem borgaði 100 milljóna án leyfis og heimilda frá borgaráði og borgarstjórn, hann er ennþá starfandi að benni. Það er verið að breyta ferlum svo að sé algjörlega skýrt hvernig þessu er alltaf háttað, en verkefnastjórinn er ekki lengur starfandi fyrir Reykjavík. Skrifstofustjórinn sem var þarna skrifstofustjóri þessum tímapunkti er ekki lengur starfandi fyrir Reykjavík. Það voru þeir sem skrifuð undir reikningana og þegar að búið að móttaka þjónustu og aðrir sem hafði umboð til þess að búin að skrifa undir og þá er ekki startaði að stoppa þá í bankanum eða þannig. Í bankan? Já. Fjármálaskrifstofan getur ekki annað en samþykkt reikning sem eftir aðrar búin að skrifa undir. Svo þetta bara skoða það. En það er verið að skerpa á öllum þessum ferlum og það eru komnar mjög greinargóðar tillögur. En það eru komnar fram mjög góðar tillögur frá fjármálaskrifstofu hvernig þetta skerpa enn betur á þessum ábyrgðarferlum og undirskriftarreglum og að það sé algjörlega skýrt að sá sem er að skrifa undir hafi nægar upplýsingar til að geta tekið upplýsta ákvörðunum. En þið gerir ykkur grein fyrir því að skipta út þessu skipuriti gamla og setja upp nýtt, þá er raun og veru að segja að allt það sem ég sagði í upphafi er satt og rétt. Hvað var það sem þú sagði í upphafi? Að þetta væri ekki að ganga upp. Þetta er allt skipuritið og þetta fari í bannabreytingar og endur skipulagið frá grunni. Við sem að berum ábyrgð á þessu nýja skipuriti erum augljóslega sammála, en það voru við sem að kröfust þess að gera hérna breytingar, þannig að við vorum alveg sammála því. Við erum bara búin að vera að berjast við þessu lengi og við erum bara ekkert ósammálaður það að gamla skipuriti var handónýtt. Það er bara margir sammála það. Í sambandi við maturlina. Að lengi vel á meðan að verða laga þetta til, þá gekk svo saga, hún hljóðaði út af hlemminum sko. Að þarna væru iðnaðarmenn á beit og hefðu það gott. Og það voru margir aðrir sem ekki komust að og voru mjög ósáttir við það. Síðan eru fyrirtæki þarna í kring sem eru bara að reka sig á sínu eigin forsendum. Allt í raun þarna komið þetta niðurgreidda svæði fyrir þessa aðila og það virðist ekkert hafa verið fylgst með þessu. Og svo er annað sem hún Lóa sagði að það ætti að draga saman 1% á ári næstu 4 árin. Það er 1% aðhaldskrafa á ári frá en í venjulegu fyrirtæki þegar að vera að endurskipuleggja og kemur í ljós að það eru kannski starfsmenn sem
væri hægt að vera án og ég nú ekkert að leggja til að það verði einhver mannvonska í gangi, heldur bara þetta bara fyrirtæki sem að veita borgurunum þjónustu og ef það eru margir í starfið þarna, þá verður bara að skoða það. Hér verið að leggja upp með meiri skilvirkni sem að mun spara til lengri tíma. Hér hefur líka komið í veg fyrir að hlutir eins og braggamáli geti komið upp. Þannig að hér klárlega sparnaður, hér fjárfesting og mikill sparnaður til lengri tíma vegna þess að við erum að bæta alla ferla, við erum að stytta boðleiðir og þannig erum við að nýta mannaflann betur. Þó við séum ekki að skera niður og það að segja að losa okkur við fólk, þá getum við getum ekki allavega haldið því fram að, mér finnst þegar maður talar svona, þá er þetta okkur svona orðræða sem að bendir til þess að sé bara fullt af fólki hérna sem megi alveg missa sín og við erum bara ekki sammála því út af því að það er bara allir á fullu allan daginn og okkar tilfinningi meira svo að vanti frekar fleira fólk til þess að sinna þessari rosalega stækkun Reykjavíkurborgar, fjölgun fólks, það hefur bara ótrúlega mikil uppbygging í gangi þannig að það er ekki okkar tilfinning að sé fullt af fólki hérna sem megi alveg missa sín og mér finnst bara varhugavert að tala eins og að sé þannig að það er ekki skýrt. En mér langar til að benda þá er þetta eitthvað svona breytingastjórnun. Við sem skynsamir stjórnendur verðum að huga því hvernig komum við á svona breytingum á besta mögulegan hátt. Við gerum það með því að fá fólk með okkur í lið vegna þess að ef að kerfið, það er að segja embættiskerfið, er á móti svona breytingum þá mun það reynast okkur mjög dýrkeypt og erfitt að innleiða svona breytingar og það svona hefði ekki farið vel á því að einhvern veginn gera þetta samhliða því að bara reka 100 manns á því að það endilega, á því að spara eitthvað aðeins, að það geti reynst okkur mjög dýrkeyptara á móti. Þannig að við teljum að þetta verður til einhvers lengri tíma, það getur vel verið að við finnum út úr því að auðvitað með meiri snjalltækni, með betri þjónustu, með rafvætri þjónustu og öllu þessu, þá auðvitað mun það vera þannig að við getum fært til fólk í starfi, en það getur vel verið að það mun það bara nýtast á öðrum vettvangi, það er ekki víst að við þurfum að losa okkur við það og það er verið að gera þetta á fullu. Ég veit til dæmis til þess að það er fullt af fólki sem var í þjónustu verið áður, sem að núna út af alls konar nýtingu, upplýsingatækni og alls konar hlutum sem hægt að nýta öðruvísi og þetta fólk búið að flytja bara yfir á aðra staði inn á þjónustu skrifstofuna og nýta það í öðru verkefni þar. Þetta er fólk sem er með mikla reynslu og þekkingu á þessum málum. Þannig að það mun klárlega vera þannig að þetta verður meiri skilvirkni og að við munum nýta fólki vel og að verður sparnaður falinn í því. Mér finnst bara mikilvægt að taka um það. Og ég svarði varandi matvöllina. Já, endilega. Já, og þú varst að spyrja matvöllina, þá getur ég náttúrulega ekkert verið að tjá okkur einstaka verktaka en eitt þannig, en það hefur ekki fórsinn til þess. En það er svona verkefni sem að var að hluta til líka unnið á skrifstofu eigin atvinnuþróunar á sínum tíma sem að hefði ekki átt að vera. Þannig að og hér erum við komið veg fyrir slíkt gerist aftur. Og framkvæmd á innkauparáð myndi líka hafa betri yfirsýn yfir svona framkvæmd og innkaup í kringum samantíð við það? Nákvæmlega eins og þú nefnir. Það getur alveg verið að svoleiðis hlutir komi upp. Ég get ekki sagt það af eða á og mér finnst mjög mikilvægt að við reynum að hafa tólinn til þess að geta fylgst með því og komið í veg fyrir það. Ég get ekki staðið hérna og sagt að einhver ákveðin aðilar séu sikir og svoleiðis samt. Ég hef engin gögn í höndunum sem sýna það. Það er að búast inn spurningar hérna. Pétur er með næstu spurningu. Já, ég er með nýja spurningu núna út af þessu. Mér langar að spyrja eins og maður að tala með Hlemmur Matvöll. Ef þið myndi heyra einhvern svona orðróm sem kjörinn fulltrúi í gamla skipuritinu, hvaða völd höfðu þið til að fylgjast með þessu og í nýja skipuritinu, hvaða völd? Gætu þið farið með, ef við höfum heyra einhvern út í bæ segja eitthvað, gætu þið þá farið í það að leita því í gamla eða í nýja? Við getum alltaf aflað okkur persónulega upplýsingar einstakar mál, en þetta þarf auðvitað að vera kerfislegt. Þetta þarf að vera filter sem er alltaf virkur og grípur öll mál, ekki bara einhver mál sem er í deiglunni eða í fjölmiðlum. Tilvíðan er kennt að einhver kjörinn fulltrúi heyri af og þess vegna að tjekka það. En þess vegna er mikilvægt að þetta innkauparáð verði innkaupa á framkvæmdaráð sem að mun þá fylgja framkvæmdum eftir með bara virkara hætti og það er þar sem að maður myndi grípa svona hluti og geti fylgt betur eftir. Hvort það séu samningar, hvernig þeim er háttað, hver taxtin er, hvort það sé eðlur, hlutir og það er líka eitthvað sem er mikill vilji til að gera er að bæta við rammasamningum og hafa meiri umgjörð í kringum slíkt þannig að sé þannig að það eru alls konar svona hlutir og ég held að innkaupa á framkvæmdaráð mun skipta miklu hvað þetta var. Það er þetta að gera alls konar hluti spara í innkaupum, sérstaklega á stóru sviðunum sem eru með skrifstofur í borgartónu og þar. Komið. Sigmundur? Já, með eitt frá streyminu, það er vist ekki alveg tengt þessu,
Spurningum hvernig gengur með endurheimt á tölvupóstunum og afritunin. Já, veiði. Og hvernig eru svona framtíðar áhorfur með geymslu tölvupósta? Bara það er verið að skoða það allt, það er verið að fara yfir hvernig framtíðin verður með það. Það er búið að setja pásu á að tölvupóstum verði eitt þangað til að þetta sé alveg koma bara hreint hvernig þetta verði. Þetta var auðvitað þannig að það er í reglum borgarinnar að allir eiga tölvupóstum sínum eftir ákveðin tíma þegar svo að pósthólfið fyllist ekki. Þannig að það er alveg skýrt að það sem hefur verið eitt í tengslu við þetta var ekkert endilega eitthvað gögn sem að snúa þessu máli. Það var alveg mjög líklega, eða getur þetta alltaf vel verið að hafa verið eðlilegu hluti af rútínu sem að allt starfsfólk Reykjavíkurborgar gengur í gegnum. En á meðan við fáum þetta allt saman hreint og hvernig þessu eigi að vera háttað til framtíðar, hvort þetta sé gott að þessu háttað svona, hvort að skjalamálun sé í lagi, af því að skjalamálun hafa verið svolítið erfið vegna þess að við erum búin að vera að bíða eftir nýju skjalavistunarkerfi í 3 ár, þau hafa verið í innkaupum í 3 ár af því að við viljum standa svo vel að öllu útboðsferli og innkaupaferli að þetta er svolítið kaltæði. Mér langar bara að benda á þetta, þetta er svolítið skemmtilegt, að braggamáli í því að vera að gagnrýna að ekki vera að fylgja innkaupareglum borgarinnar. En þegar kemur að skjalamálum, við erum verið að fylgja innkaupareglum svo vel og svo á svo mikilli áfergju að við erum búin að bíða 3 ár eftir að þetta komist úr innkaupaferli til þess að fá það. En vegna þess að við erum búin að bíða svona lengi, þá var skjölun ábótavant í braggamálinu út af því að það er svo erfitt að skjala út af því að okkur vantar nýtt kerfi. Af því að einhver fekk ekki eitthvað í vasan fyrir það. Ég var stórlega að sjást á það. Til það er nú ekki, ég þekki viðkomandi sem er svona eitthvað heiðarlegasta fólk sem ég þekki sem er að vinna í þessu skjaladóti, en það er eins og. En já, bara þannig að þessi skjalamál komast í, það verið að fara yfir þetta allt. Við erum auðvitað að vona að þetta innkaupaferli fari að klárast og við fáum hérna nýtt skjalakerfi af því að eins og það er í dag, ef þú ætlar skjalagögn, þú átt að skjalagögn sem að tengjast ákveðnum málum sem eru í vinnslu, þá fara mjög margir og prenta út tölvupóstana sína og skanna það svo inn í skjalakerfið. Þetta er svo ólítið tengt að það er eitthvað svona sem að fara að gera, það er algjörlega farlegt og þetta þarf auðvitað að vera þannig að við viljum að skjölunum sé öflug og sé auðvelt, þá þarf auðvitað að vera þannig að sé bara auðvelt tengslan á milli tölvupóstakerfisins og skjalakerfisins, þannig að þú getur bara hakað einhvern veginn af skjala og fara inn og það er þetta sem hefur verið ábótavant og er búið að vera að reyna laga í 3 ár en hefur ekki gengið, vonandi fær það að klárast. Já, varðandi endurheimtingu tölvupóstana þá þetta var það þannig að eins og ég hef svo sem sagt frá hér áður að við oddvitarnir fórum af stað og báðum meirihlutans að þessi tölvupóstar, þessi hluti af tölvupóstum frá fyrri hluta framkvæmdatímans reyndar fyrir yfirkeyrsluna en engu að síður að þeim hafi verið eitt að reyna að endurheimta þá og það er verið að skoða það ennþá. Mér skilst að við heyrum fyrst eitthvað að gæti verið erfitt en svo var verið að reyna að gera einhvern veginn öðruvísi. Þannig að ég bara Við vitum að það er í gangi, við vitum ekki hver staðan á því. Það er ekki komin einhver lending. Það getur verið erfitt af því að backup-kerfi þau vist alltaf bara X aftur í tímanum. En málsins samkvæmt þá er pólitískir fulltrúar ekki of mikið að vera að hlutast til í hvernig er endurskoðað vinnuna sína. En við erum með backup. Nú, ok. Við erum með backup frá því áður en braggamáli kom upp, sko. Þannig að þú veist, það er alveg, ef einhver fór eitthvað, já, þannig að bara þannig að það sé alveg sagt. Já. Það er að segja að frá því áður en þetta kom í fjölmiðla, það er frá því held ég bara núna snemma í haust ágúst. Í næstu þá verður. Já. Já, ég ætla að spyrja því þú ert með ágæta hérna lýsingu á þjónustu sem þið ætlaði að vera að bæta hérna, sem er engin hjá borginni í dag. Engin. Það er fullt af þjónustu hjá borginni, sko. Nei. Ég er bara að tala, fyrir ekki þau. Það er bara, ég hef reynsla því sjálfur persónulega. Þess vegna spyr ég þig sem þjónustu, fulltrú minn, get ég fengið fund með þér á morgun? Persónulegan fund. Ég bara hveti til að senda mig tölvupóst. Ég er ekki að biðja um tölvupóst af því hann bilar um mér. Ég bið þig hér og nú hvort ég get fengið fund með þér á morgun. Ég hveti til að senda mig tölvupóst og ég er ekki með dagatalið mitt og ég er oftast með pakkaða daga frá snámótnana. Ég spyr þig, getur þú þá tekið niður tölvupóstið minn og núna, það heitir þjónusta,
eða síman hjá mér og hringti mig á morgun. Sjálfsagt að hitta að fyndi, ég veit ekki hvort ég geti hittið á morgun, en ég nefni morgundaginn sem þýðir þá bara núna næstu daga. Já, bara sendi mér endilega tölvupost og svo... Ekki ég að biðja þig að hringi mig. Já, eða láttu mig fá tölvupostin, eða láttu mig fá hann á blad. Já, ég skal bara koma með penna, ég skal skrifa hann. Ég skal ræða því. Af því að málið er það, þeir eru að tala þjónustu, hún hefur engin verið, því miður. Þegar við erum að tala þjónustu, erum við náttúrulega að tala ákveðin svona, við þurfum að hafa ákveðin kerfi sem það á ekki að vera nóg, það á ekki að vera bara þannig að þú þurfir að leita til kjörinna fulltrúa, þú áttu auðvitað að fá þjónustuna. Hef ekki fengið hana, og mér langar líka að ræða annað, hver gefur út starfsleyfur ekki? Þegar þá er ég að tala starfsleyfi fyrir fyrirtæki eins og Creditinfo sem hérna, sem stundar, sem er með geymslu upplýsingar þig í 4 ár. Heldur þeir niðri í 4 ár. Og ég vil fá að vita algjörlega, það er það sem ég ætla að ræða þarna, og líka bréf sem með frá borgarstjóra, sem ég ætla að ræða við þig persónulega sem fórseti borgarstjórar. Það sem að kveður á, nei við þig tala ég ekki við minn. Þú fyrst að tala við annan og ég talaði ekki við þig, ég ætla bara að ræða Ég legg til að við ræðum þetta á öðru vettvangi. Já, ég held að það sé betra kannski samræður á eftir. Hallgrímur? Já, ég var alltaf með þessu nýja innkaupa- og framkvæmdaráði sem að lagar margt í framkvæmdum og borginni og passar að framkvæmdum séu á réttum stað. Ég velti fyrir mér, einhver hugsun eða hafið eitthvað velt ykkur fyrir framkvæmdum sem ekki svona vikingarlegar, heldur til dæmis bara hugbúnaðarkaup á stórum kerfum eða aðlaganir á stórum kerfum og þú veist, framkvæmdir og eftirlit með því. Það fellur undir þetta. Það hefur oft verið á sviðunum, þú veist að sviðin hafa farið bara í sín eigin framkvæmdir sko, þannig séð. Það eru dæmi þetta það. Ég skal kannski svara það. Það er eitthvað að vera því í minni innkaupum. Svið hafa náttúrulega eitthvað sjálfsvald yfir sko, innkaupum undir vissu markmi, undir vissu upphæð. En þegar þeir fara yfir það upphæð þá þurfa annarkvort að biðja undanþágu frá innkauparáði eða þá að senda inn bara rétt kaupferli eins og útboð eða verðfyrirspurn eftir hver upphæðin er. Stundum eru sérstakar aðstæður eins og þú veist, ég get nefnt að skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins fengu undanþágu frá því að setja viðhald á skíðlyftunum í útboð vegna þess að lyfturnar höfðu verið keyptar á ákveðnum aðila og það var rauninni bara sá aðeins ykkar þjónustaðar og það var vitað þegar það voru keyptar. Svoleiðis hlutir geta fengið undanþágu frá því að fengi útboð. Þannig að, og jú, svona þjónusta við svona búnað og tölvukerfi er hluti af innkaupum, þannig að það myndi vera undir þessu. Þannig að innkauparáð myndi hafa eftirlit með svona hugbúnaðarkerfum ef það er farið yfir eitthvað ákveðið. Já. Og svo er alltaf sendin líka skýrsla yfir ársfjórðungslega yfir innkaup yfir 1 milljón. Þannig að, en þú veist, innkaup sem eru undir því eru kannski líka bara annars eðlis. Unnar? Já, ég með tvíþætt. Mér langar að lýsa yfir að ég þoli ekki umræðan að matvöldin hafi verið slæm. Ég held að það er besta gafstík sem leikur upp okkur bara líf. Ég elsku matvöldin. Það er ekki einhvern og lítur á það. Já, en eins og segi, þetta er mín skoðun og þess vegna langar að lýsa þessu. En þú segir, þið talum að þessar breytingar til lýsir að málinn svo brakamáli geta ekki komið upp aftur. Getur þú útskipt kannski svolítið í hverju það felst? Þú veist, af hverju, hvað er öðruvísi hvað það var núna og af hverju ætti það ekki komið upp samkvæmt þessu lífi? Algjörlega. Fyrsta málið er náttúrulega að skrifstofa eign og atvinnuþróunar verður ekki til lengur þar sem að framkvæmdin átti sér stað á sínum tíma og í öðru lagi þá verður hún unnin allt öðru sig, það er að segja innkaupa- og framkvæmdaráð myndi hafa eftirlit með framkvæmdinni og hún er öll unnin á umhverfis- og skipulagssviði þar sem að starfar fólk, þeir einstaklingar sem hafa hvað mesta reynslu af bara öllum framkvæmdum sem er í gangi í borginu, öllum skólum, leikskólum, gatnaframkvæmdum, bara öllum framkvæmdum frá A til Ö. Og svo náttúrulega erum við líka með þá kerfin sem að myndi þá flagga einfallega á það að þetta mál væri að fara fram úr
ramma, fjárhagsramma. Já, sínum ramma, þannig að það myndi bara ekki gerast. Og aukið svo munum við vera með regluvörð sem að mun fylgja betur eftir allri ákvarðanatöku, hvað hún tekinn, hvernig, af hverjum, sem ekki mun það geta gripið þá hluti sem að snúa til dæmis aðkomu pólitísk kjörna fulltrúa. Já. Þannig það er margþætt, sko. Herramaðurinn í sófanum. Það var búin að bíða lengi. Er ekki hægt að hafa öll þessi ferli bara gegst? Jú. Við erum að reyna það. Þannig að almenningur getur bara stoppað vitleysu ef svo kemur upp. Það á að vera tilgangurinn. Ok. Er það á stefnu Pírata? Já. Já. Við erum að reyna þetta. Þannig að Mér langar að Nei, svona fyrir aftan þig. Ég finnst eins og síðan Vilhjálmur hætti sem borgarstjóri hefur ekki verið hægt að ná í nokkuð kjörið fulltrúa í borginni. Ég er búinn að reyna það. Svo ég að segja. Og það þýðir braggamálin mun koma upp aftur því það er ekki hægt að tala við neitt fulltrúa. Það er ekki hægt að tala við neitt eitt en eitt því þeir eru ekki við. Og það er bara hringdi 411 og fær samband við einhverja tölvur. Má ég kannski undan svara þessu? Já, hvernig ætlið þið að stoppa framkvæmdir þegar ekki hægt að tala við fólk? Framúrkeyrslan mun fara áfram því þetta heitir á mannanamáli Parkinsons lögmáli. Og Parkinsons lögmáli gengur út á það að vera á fundum ekki neitt. Og það er akkurat það sem þetta gengur út á. Og Peter Principle. Að óhægt fólk völd. Fyrsta lagi þá kannski mikilvægt að komið fram að kjörnir fulltrúar megi ekki skipta sér af beinlínismálum einstaklinga. Eins og ef mann vantar fjárhagsstuðning til framfærslu eða eitthvað svoleiðis og það er gangað hægt í gegnum kerfið, þá mega kjörnir fulltrúar ekki fara inn á velferðarsvið og segja þið verðið að segja já við beiðni þessa manns. Kjörnir fulltrúar megi ekki skipta sér af afgreiðslu einstaklingsmáls. Það bara opnar á gífurlega spillingu og sérhagsmunargæslu og vinsemi og alls konar sem það bara er ekki í lagi. Hins vegar er mjög gott að segja allt saman við okkur og við látum vita að við slutum upp á að þá getum við farið í það mögulega að breyta kerfinu í heildinni og tekið ákveðinu hvort að, fyrstulega aðtjóða hvort að það er verið að afgreiða fyrirspurninni rétt. Einhver getur sagt við mig, heyrðu barnið mitt á að vera með svona þjónustu og bara að fá þetta. Ef það eru rétt, þá get ég spurt skóla- og frístundasvið, er það rétt að þessi manneskja eigi rétt á þessu og sé bara að fá þetta? Og ef það er verið að vinna það rétt og til réttum leiðum, þá ger ég ekkert meira. Og ef það er ekki verið að vinna það rétt, þá get ég sagt, akkur eru það að vinna þetta svona? Og þá kannski tjekka þér á því. Svo er það hitt að við höfum verið mjög duglegar við að funda og ég kannast ekki við að nefna þau beðið mjög fund sem ég hef neitað. Það kemst ekki á það. Þetta stoppa á það. Það er ekkert að senda okkur tölvupóst. Bara á... Ég hef sendt tölvupóst út um allt. Það er ekki svo. En hefur þú sendt tölvupóst til okkar? Já, við erum búin að reyna þetta allt saman. Ég hef reyndar fengið tölvupósta frá þér og ég svaraði þeim og í rauninni fekk ekki svar tilbaka sem að meikaði sens í samverðu við það sem ég sendi þér. Nú, hvernig sendir þið mig tölvupóst? En við skulum ekki vera að fara á... Já, í þýttilega. En okkur, já, kannski mikilvægt að leggja á það ef að... Allar öskutunnum fullar. Það rignur ofan í þær. Þetta verður klaka, verður ekki takt. Þetta er komið þá framfæri, þetta er fyrir alla. Já, takk fyrir það. Ég vil nefna, þetta er svolítið rétt sem Alexander segir, að okkar hlutverk ánáttúrulega helst að vera sér pólitíska stefnumörkun og að tryggja að kerfin séu í lagi frekar en að við séum með beina aðkomu að framkvæmdinni. Það á að vera í höndum embættismanna og þessi skil á milli verða að vera skil. Þeir verða að vera, maður er afsakið má ég að svara. Ef að gestur vil spila spurningar þá er ég líka að fá svarinu. Já, að það er þetta sem er okkar hlutverk, að hafa standað þessari pólitískri stefnumótun, að forma kerfin, þétta götin. Þannig að ef þú hefur einhverja athugasemdir um eitthvað sem það þarf að þétta, þá tökum við gjarnan á móti því og við tökum alltaf vel í það að fá tölvupósta. En ég vil líka nefna það að rosalega stórbættur ábyrgningavegur Reykjavíkurborgar er mjög virkur vefur og það er fyrir að nota mikið og það er fullkomlega mögulegt að senda inn ábyrgningar þar sem er tekið vel í og þetta er svona ákveðin pólitísk stefnumótun. Það er að styrkja þannig vef og hafa hann öflugan, gagnsæjan, þægilegan í notkun. Þar kemur pólitíkin inn en ekki að beinni framkvæmd. Þannig að ef ég hveti til þess að senda inn ábendingu á
vefinn. Eða þá tala við umboðsmann borgarbúa. Og ef að það gengur ekki, þá hægt að tala við umboðsmann borgarbúa sem á að grípa málin sem að fara afvega í kerfinu. Og ef það gengur ekki, þá hvet ég til þess að senda okkur tölvupósta því að þá einhvers staðar pottur brotinn. Ef að enginn af þessum svona aðilum getur hjálpað. Ég var að tala þarna áðan það sem hún Lóa sagði 1% og mannfjöldan hjá Reykjavíkurborg og það kemur alltaf af og til í fréttum að veikindi séu gífurlega mikil hjá starfsfólki borgarinnar. Það má vel vera. En rekstraraðili, ég er búinn að vera að reka einhvern fjandann alla ævi og þegar að maður segir sko, nú er skipulagsbreyting, við þurfum að bæta við 25 manns eða nú er skipulagsbreyting og við þurfum að losa okkur við 25 manns. En að segja, við ætlum að skera niður 1% næstu 4 árin, við vitum ekkert hvað framtíðin byrja skautið sér, það getur vel verið að þurfa að bæta við ennþá meiri mannskap. Hættu við. Þess vegna erum við einmitt að búa til þetta rými og þetta er ákvörðun sem að nýr meirihluti tók í haust. Það er að segja að þetta 1% sé bara eitthvað út í loft. Ég get hérna alltaf sagt að þetta er ákvörðun sem að við tókum sem nýr meirihluti var að hafa þessa 1% aðhaldskröfu árlega vegna þess að við viljum einmitt skapa rými fyrir hluti sem að geta gerst sem við vitum ekki að fyrirfram. 1% er þetta mikið af peningum í svona stóru kerfi og þetta er aðhaldskrafa, ekki niðurskurður vegna þess að það eru engin verkefni sem við lítum svo á að megi missa sín en það er auðvitað þannig í stóru kerfi að við viljum samt veita þann þrýsting að fólk sé að nýta peningana vel og að sé að hnika til það sem að hægt er og þannig að þetta er í rauninni, þannig að við erum ekki að segja að sé eitthvað sem að megi missa sín að við ætlum bara að skera niður eða hætta þessum verkefnum, heldur bara að hvetja þetta kerfi til þess að halda sér þéttu og öflugu og við teljum þetta að vera góða leið og við fórum ekki í þessa breytinga hér til þess að skera niður en þetta mun auðvitað auka skilvirkni og verður sparnað til lengri tíma meðalans með því að þetta kerfin og koma í veg fyrir að svona mistök verði eins og brakkamann. Hvað kostar það okkur að fara ekki í þessar breytingar? Það geta alveg komið alls konar vitleysa sem að þetta kerfi er fært að stoppa en gamla væri ekki fært að stoppa. Ég held að þetta sé góða breytingar hjá okkur. En hérna það geta samt klikkað. Auðvitað. Allt getur klikkað. Þá bara rennum við betur. Það er bara eðlum á sér samkvæmt. Komi. Varst þú að beða eftir manni? Ok, Ásgeir. Ok, ég er bara með spurningum, ég finnst þetta flotta breytingar, bara vera að taka undir með það sem öðrum er sagt, en ég er bara forvitin, er þetta að gera þetta ráð fyrir basically sama manna forráða og borginni með núna? Þetta er ekki verið að breyta, það er ekki verið að fækka eða fjölga starfsfólki? Allavega ekki í fyrstu atriðinu og bara höldum við áfram með sama. Við auðvitað sjáum til ef að losa einhver stöðugildi, þá auðvitað, falla þau bara niður ef að einhver, ég meina, flust til eða hættir eða eitthvað, þá auðvitað verður það skoða hvort það sé ástæða til að halda þeirra stöðugildum eins og bara er gert í dag, það er, ég meina, ef einhver hættir þá auðvitað skoða maður það, en hér var talið bara ástæða til þess að nýta það fólk sem við höfum, við sjáum það bara á mjög mörgum sviðum með fólk bara nú þegar að drukkna, það er rosalega mikið framkvæmdagleði og mjög mikið að gerast, þannig að við þurfum öllum að halda, en með því að hnika til, þá mun þetta og auka skilvirkni, þá mun þetta smá saman búa til einhvers konar rými, en þá munum við kannski geta nýtt fólk bara í eitthvað annað sem við erum hvort eða að gera, af því að við sjáum það að við erum ekki kerfið er ekki að blása út en samt er borgin að stækka gríðarlega mikið og það er ótrúlega framkvæmdar í gangi. Þannig að það er niðurskurður í því, bara óbeint. Já, hrjunni, ef borgin er að stækka og fólksfjöldin er að aukast og eignir borgarinnar og framkvæmdir borgarinnar er að aukast mjög mikið sem hafa verið að gera síðustu 10 árin, en borgarkerfið er ekki að stækka á móti, heldur að gera sér skilvirkara, þá er það í rauninni hlutfallslega verið að minnka það þó að það haldist sér að nafnlutur í sömu stað. En þessi 1% aðhaldskrafa sem að nýr meirihluti ákvað að fara í er náttúrulega eitthvað sem er nýtil komið og er eitthvað sem að mörgum finnst erfitt að kyngja, sko. En það er auðvitað eitthvað, þannig að það væri skrítið kannski að komið það og svo hitt ofan það er að vera rosalega mikil krafa. Ég meina, þetta eru 500 milljónir bara á skóla- og frístundasviði, það er bara þannig. Pétur, varst þú þetta? Það er mælendaskrá, Hallgrímur. Okay. Ég var að velta fyrir mig með nýju kjarnarsviðin, er eitthvað að byrja að skipuleggja þau, hvernig þau var uppi? Það er komin ákveðin drög af því. Já, það er sem sagt í skýrslunni farið yfir í svona hvaða deildir verða þar undir, en svo verður allt skoðað svona varandi fleiri smáatriði bara í innleiðingarfasanum næstu mánuði.
Það er raunin þannig, ég er ekki með alveg skipt fyrir mig nákvæmlega hvað, en ég meina, það er eins og minna deild nýsköpunar, deild þetta og hitt undir sko þessum sviðum sko. Það er líka sviðstjórnarnir sem verða annarkvæmt ráðnir eða færið til þurfa líka að fá að hafa aðkomið að því hvernig það verður sett upp. Já, þannig að það er alltaf drög sem er bara, ég hviti alltaf til þess að lesa þessa skýrslu og skoða það er bara mjög áhugavert. Pétur? Þetta var bara svona eiginlega aftur að spurningunum sem ég var með fyrst. Já, ég núna í þessu kerfi það einmitt þannig eins og þú segðu að kjörfulltrúi ef hann heyrir af einhverju, hann getur farið á afla sér upplýsingar. En finnið þið fyrir því, ég hef kannski fundið fyrir í stundum í mismunandi ráðum ef mann líður kannski stundum eins og maður að stíga tær hjá einhverjum ef maður ekki inn á þessu sviði en að reyna að afla sér upplýsingar á þessu sviði, það þannig upplifið það að þið séu að ónáða kerfið þegar þið talið við það eða þannig? Nei? Við reynum að fá að tala við borgarfulltrúa. Það fer bara eftir persónu, fólk er svo mismunandi, sumir, en nei, ég upplifa það nú ekki, mér finnst flestir nú bara vera mjög til í að veita upplýsingar þegar þeir geta og þegar þeir hafa þær sko. Við reynum yfirleitt að delegera sko, eða þannig, ef ykkur sendir til mín og hvernig með þetta byggingaverkefni, þá sendi ég yfirleitt á Sigurborgu eða eitthvað svoleiðis til að við séum að reyna að gera það innan svona þess að við þekkjum betur og það sem við þekkjum kerfið. Já, þannig að nei, mér finnst það fólk oft taka vel í það sko, Já, kannski ekki eitthvað kjörnum fulltrúum, en hins vegar er kannski skort aðeins á þessu samstarfi milli þessara kjarnasviða sko, þannig að það er svona Já, þau hafa verið svolítið síló út af fyrir sig sko og kannski meira skort á þeirra samræði svo við upplifum að það fólkeri sko, þannig þess vegna er nákvæmlega þessi grunnkonsept hugmynda að þessi 9-3 kjarnasvið gangi þvert á þau og það skiptir svo miklu máli til einmitt að ávarpa þetta sem þú nefnir. Til svo einmitt líka þeirra umboð og já. Aftast þarna. Já. Hafið þið, nú skrifuðu Íslendingar undir Marrakesh-samninginn. Nú ekki Marrakesh-samkomulagið? Já, nú megum við búast við 500.000 flóttamanna hingað. Hafið þið gert ykkur, þið í startholum við að taka á móti þessu fólki? Það er ekki þannig sem það virkar, það mun koma. Það mun koma. Og það er eitthvað sem að ríkið þarf að taka afstöðu til. Það mun koma til Reykjavík og við fá að vera hérna. Það finnst best að vera hérna. Það var alltaf ekkert útlit fyrir það, þannig að Við viljum hjálpa fólki, þannig að það sé bara að koma og við hjálpum. Ef að ríkið er tilbúið til að taka inn fleiri flóttamenn, þá erum við tilbúin að finna þeim stað. Það kemur bara og sest hérna að. Já. Alveg svo normen komið hingað og sett þetta. Við elskum fjölmenninguna og við elskum að hjálpa fólki sem er í neyð. Þannig að ef að ríkið er tilbúið að hleypa fleiri inn, þá... Þetta er 500.000 sem kemur. Hvað færðu þess að tölu 500.000? Það er minimum tala. Hvar færðu minimumtöluna? Ég spurði ekki hvernig eða... Út af kólnandi ástandið, næsti vetur verður 3 sinnum kaldari þessi ár. Þannig að koma meira norður? Nei, það kemur það sem matur er. Þetta er ekki eitthvað sem heyrir undir okkur. Já, við skulum kannski halda okkur um þetta þema. En ef það er enga frekari spurningar þetta, þá er þetta kannski... Ég ætla bara að koma með þá 2 svona í lokin og slíta þessum formulega hluta svo eftir á. Það er svona, hvað finnst ykkur kannski finnst ykkur vanta eitthvað? Það er mér gaman að heyra hvort að ykkur finnst eitthvað svona vanta í þetta. Sko ég upplifa eins og að sé verið að koma til móts við svona mínar kröfur og óskir og það sem við höfum lagt mjög miklu áherslu á. Þannig að það er mjög mikið að tjekka í boxið fyrir okkur hér sko. Við hefum alveg verið mjög samstiga í því sko og tekið bara Pírata áhersluna alla leið og bara ótt að segja að Dóra hafi bara staðið ströngu sko, þannig að þess vegna er líka þessi niðurstaða sko. Ég vil orða það þannig að ég hef ekki viljað fara lengra í fyrsta skrefi. Ég vil alltaf að taka þetta skref núna svona og sjá hvernig það gengur og í framhaldinu þá getur verið að við sjáum að kannski vantar eitthvað aðeins hérna eða vantar eitthvað aðeins hérna eða kannski hefur eitthvað að gera þetta eða eitthvað svo leiðis. Ég get svo sem bent á eitt. Það er bara þannig sem við störfum sko. Ég get bent á eitt sem varð ekki
en sem að hefði ekkert orðið, sem að var kveðið á í skýrslunni, sem að okkur líst ekkert sérstaklega vel á, sem að það var lagt til í skýrslunni að færa mannréttindaskrifstofu undir skrifstofu borgarstjórnar og það var það ekki. Skrifstofan heldur sér á sama stað undir borgarritara og verður mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa og ástæðan er í rauninni lýðræðið og það út af því að skrifstofa borgarstjórnar verður að vera óháð skrifstofa. Hún á að þjónusta alla borgarfulltrúa, alla pólitískt kjörna fulltrúa jafnt. Hún á ekki að vera fagleg, eða það segja hún á ekki að vera pólitískt, hún á ekki að vera pólitísk, hún á ekki að þjóna pólitískt kjörnum fulltrúum eins ráðs á einhvern hátt, hún á að þjónusta alla. Þannig að okkur þótti ekki fara vel á því að þetta einhvern veginn tengt saman, bæði mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa vinnur þetta með mannréttinda- og lýðræðisráði og það hefði einhvern veginn svona farið að spilla kannski þessari hugmynd að þau séu einhvern veginn svona hrein og eru bara svona gatekeepers lýðræðisins og að passa upp á þetta jafnræði að þeir séu þjónustaðir jafn. Þannig að það eitt sem að við töldum ekki fara vel á, að aukið kannski líka bara eðlilegt að það sé bara á þessum stað sem er einhvern veginn samt miðlægt en þetta var kannski of lítið skrifstofa til að verða eitthvað svið en hún vinnur miðlægt að þessum verkefnum. Þannig að þetta er eitthvað sem varð ekki af því að við óskuðum eftir þetta yrði ekki en og líka skrifstofa borgarstjórnar og skrifstofastjórn þar taldi heldur ekki fara vel á því þannig að þetta er bara svona spurningum okkur lýðræðisdæmi. Ekki beint á eitthvað sem þið mistuð af heldur. Fengum. Já, en ánægðastar og stoltastara kannski. Og líka annað sem að kannski, sem að okkur við töldum líka að vera mikilvægt sem að var ekki í þessari skýrslu sem að var þetta með að skýra og auka kringum ráð mannréttinda- og lýðræðisráði af því að í samþykktum þessa ráðs kveðið á þjónustu, nýsköpun og öll þau mál en það er tiltölulega nýtt að einhver sé að taka þau mál jafn alvarlega og við höfum gert þannig að þetta er ekki í skipuritinu tengt pólitískt við þetta ráð en það er eitt sem að við bættum við líka sem að mun koma inn þessi pólitíska tenging í skipuritinu þannig að það er annað sem að við fengum aukalega líka kannski ekki til orða. Já, stoltast að, ég myndi segja að ég sé stoltast að Takk fyrir fundin, góða spurningar. Já, ég myndi segja það að þjónustu og nýsköpunar kjarnasviði sem ganga þvert á allt og innleiða rosalega mikið á okkar stefnum og píratastefnunum en líka það að segja sér leyst upp og hlutverki þeirra útdeilt á fleiri staði sem er miklu faglegra og beturræði staðir. Ég held að það sé óbúslega mikilvægt í ljósum þess að innri endurskoðun hefur gagnrýnt þá skrifstofu oftar en einu sinni og það er bara mjög alvarlegt. Ég myndi segja einmitt að það að breyta skrifstofu einhvern áttunarflónur og skipta henni upp var besta bótin á einhverju sem var að og að stofna þjónustu og nýsköpunar svið er besta nýja sem við verðum að bæta inn nýju. Það er svona, það er í alvörinni, við skulum ekki vannmeta hvað það er mikilvægt að hafa heilt svið sem við erum að fara inn á öll fagsviðin og vinna að innleiðingu þjónustustefnunnar og stefnborginni og allt þetta. Og svo auðvitað að því að ég siti í innkauparáði þá víst mér mjög vel á það að framkvæmda á innkauparáð veði. Já, í rauninni þessi eftirlitsþyngd sem er að koma hérna í þessu breytingum. Það er bara við erum að fá hérna eftirlitsstyrkingarsprengju. Mér finnst það ekki. Og svona svo að ég ekki síðan spurninguna að allir samt að hleypa einn enn. Ef maður óánægður með þjónustu borgarinnar, verður maður þá að tala við umboðsmann borgar? Það eru nokkur aðilar sem getur talað. Þú getur sendið inn bara ábendingu eða eitthvað sem hægt er að hjálpa þér með einföldum hætti. Bara eina ábendinga vef borgarinnar. Þú getur talað við umboðsmann borgarbúa ef það er eitthvað sem að, ef það er eitthvað sem þú ættir að fá sem þú vilt ekki að fá til dæmis, þá getur hann farið í það að skoða bara umhengina. Og svo líka stundum vera bara hægt að fara eskalent aðeins á sviðinu svona díla við. Segjum þetta sé út af einhverju skólamálum barnanna þarna, þá gætir þú prófað að senda á skrifstofustjóra eða einhvern á skóla- og frístundasviði eða þá einhverju velferðarmáli gætir þú prófað að senda aðeins ofar í stigann inn á velferðarsviði. Eða bara farið til þjónustufulltrúa á þjónustu. Já, ég get séð þetta flokkað á Reykjavík.is. Það mun verða, já, þegar innleiðingin er. Já, þetta verður skipurit þessum. En svo þetta getur þú sendt póst á kjörinn fulltrúa. Ég fæ alveg stundum póst bara frá einhverju fólki sem er bara svona, heyrðu, nú er ég vandræði með þetta í þessu. Og ég segi, ok, ég get ekki afgreitt þetta, en ég get áfram að senda þetta á réttan stað og þeir mun hafa samband við þig. Þannig að það málu líka.
Herri, já, ég held að við segjum þessu þá bara lokið. Og við verðum inn eitthvað áfram bara að fá kaffi eða eitthvað og spjalla. Bara takk fyrir og takk ykkur fyrir komuna. Fyrir komuna og fyrir áhuga. Og ykkur. Undirslitið.